Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 1. mars annar sunnudagur í föstu og æskulýðsdagur þjóðkirkjunnar. Þema dagsins trúarbaráttan gefin Guði á vald. Í lexíunni segir Móse við Guð, minnstu þess að þetta fólk þín þjóð. Í pistlinu stendur þótt hann, það Jesús, væri sonur Guðs, lærði hann að hlýða með því að þjást. Og í Guðspjallinu gaf Jesús blindum manni sjón. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Markúsi 10. kafla. Þeir komu til Jerikó og þegar Jesús fór út úr borginni ásamt lærisveinum sínum og miklum mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus, sonur Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa: Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann hrópaði því meir: Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði: Kallið á hann. Þeir kalla á blindamannin og segja við hann: Vertu hughraustur, stattu upp, hann kallar á þig. Blindi maðurinn kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Jesús spurði hann: Hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Blindi maðurinn svaraði honum: Rabbúni, að ég fái aftur sjón. Jesús sagði við hann: Far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafn skjótt fékk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, í dag æskulýðsdagur þjóðkirkjunnar og þema dagsins trúarbaráttan gefin mönnum á vald. Ég kýs að tengja trúarbaráttuna við myndmál ljóss og myrkurs. Því að Jesús sagði: Ég ljós í heiminn kominn, svo enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Þessar tákmyndir notaði Jesús bæði trú og vantrú og gott og illt. Hér á landi fáum við langar og bjartar sumarnætur og langa og dimma vetradaga. Við fáum ljós og myrkur í stórum skömmtum eftir því hvaða tími ársins og það misjafnt hvernig svona misskipting fer með okkur. Margir eiga erfitt með að sofa í birtunni á sumrin og aðrir verða þungir eða niðurdregnir í mesta skammdeginu á veturnar. Við Miðjarðarhafið dimmir yfirleitt á sama tíma og lengd dagsins því svipuð allt árið. Í gegnum árþúsundir hafa menn þurft að nýta birtuna til að vinna sín verk og myrkrið varð að hvíldartíma. Svo að þegar Jesús notaði líkingamál þá notaði hann líkingar sem fólk þekkti og skildi og líkingamál ljós og myrkur þekktu allir. Biblían byrjar á því að segja okkur frá þessum andstæðum í sköpunarsögunni þar sem segir að í upphafi hafi jörðin verið auð og tóm. Myrkur grúfði yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Þetta var áður en Guð byrjaði að skapa. Og Guð sagði: verði ljós. Og við vitum að án ljóssins væri ekkert líf. Jörðin var auð og tóm þar til ljósið kom í heiminn. Og Guð sá fyrir öllu, sólinni á daginn og við höfum tunglið og stjörnurnar nætur. Það sjaldan sem við upplifum algjört myrkur úti. Það helst í vondum veðrum nætur sem að við sjáum kolsvart myrkrið
og þá er gott að vera inni í birtu og hlýju. Það eru til ótal frásagnir af skipum í sjávarháska eða fólki sem var villt í óveðri, en það bjargaðist vegna þess að það sá ljóstýru í fjarska, örlitla ljóstýru sem vísaði þeim rétta veginn og bjargaði þeim á síðustu stundu. Litla ljósið skein kannski í kofaglugga eða logaði frá hafnarvita. Oft fylgir þessum frásögnum lýsing á örvæntingu þeirra sem eru í háskanum, bænum þeirra til Guðs, loforðum eða áheitum ef fólkið myndi bjargast. Fólk í háska er óttaslegið og upplifir hjálparleysi og tilfinningalegt myrkur í kringum sig. Í neyðinni finnst mörgum auðveldara að tengjast Guði og trú þeirra er heitust. Þekktasta áheitakirkjan á Íslandi er Strandarkirkja. Sagan segir að á 12. öld hafi ungur bóndi verið á heimleið á skipi sínu. Hann kom frá Noregi og farmurinn var timbur sem hann ætlaði að nota til húsbyggingar fyrir sig og fjölskyldu sína. Þegar hann kemur nær landinu skellur á fárviðri. Bóndinn réði ekkert við skipið í veðurhamnum og ekki bætti dimmviðrið ástandið. Hann óttaðist að skipið myndi farast og í örvæntingu sinni hét hann Guði því að ef skipið og skipsverjar kæmust heilir á húfi að ströndinni, skyldi hann gefa allan húsagerðaviðinn í kirkjubyggingu og kirkjan ætti að standa þar sem að hann myndi bjargast á land. Hann var rétt búinn að vinna þetta áheit þegar honum birtist ljósengill fyrir framan stefni bátsins. Bóndinn notaði þennan ljósengil sem stefnumið til að stýra eftir. Engillinn leiddi skipið gegnum brimið og komst skipið með skipverjana heilu og höldnu inn í vík sem fékk nafnið Engilsvík. Þar rétt fyrir ofan var síðan Strandarkirkja reist. Ljósengillinn bjargaði lífi skipverjana og á sama hátt vill Jesús fá að vera ljósið sem leiðir þig í gegnum lífsins ólgu sjó. Hann vill að þú játir trú þína á hann og gerir hann að leiðtoga lífsins. En eins og bóndinn þurfti að biðja Guð hjálp, þá þurfum við líka að biðja hann að vera með okkur. Jesús sagði biðjið og yður mun veitast. Vegna þess að við höfum val, þá þurfum við að láta vita ef við viljum aðstoð. Jesús læknaði þá sem báðu hann lækningu og svo sagði hann þeim að trú þeirra hefði bjargað þeim. Við verðum að trúa því að Jesús geti breytt einhverju fyrir okkur. Guðspjall dagsins sagði okkur frá fátækum blindum betlara í Jerikó. Jesús gekk fram hjá honum, en maðurinn hrópaði á hann. Jesús spurði hann hvað hann vildi og blindi maðurinn svaraði að ég fái aftur sjón. Maðurinn hafði ekki fæðst blindur, heldur hafði hann mist sjónina, annaðhvort í slysi eða vegna sjúkdóms. Og hann óskaði eftir að fá aftur sjón því hann lifði í myrkri. Í hvert sinn sem að ég fer með einhverja í hellaferð, þá reyni ég að fá alla til að slökkva á vasaljósunum sínum, til þess að þau geti upplifað hvernig algjört, kolsvart myrkur er. Og það verða allir mjög fegnir þegar þeir geta kveikt aftur á vasaljósinu sínu. Og heima hjá okkur, þegar rafmagnið fer, þá fer nánast allt í biðstöðu þangað til það kemur aftur. Við erum vön því að treysta á sjónina og treysta á birtuna ljósið. Þó við vitum að það venjist, þá vitum við líka að hlýtur að vera mjög erfitt að lifa í algjöru myrkri.
Jesús gaf þessum blinda manni nýtt líf með því að taka hann úr myrkrinu. Og í gegnum biblíusögurnar urðu þessar andstæður, ljósið og myrkrið, að líkingamáli fyrir þá sem ganga í ljósinu með Guði og þá sem hafna honum og ganga í myrkri. En það til annars konar myrkur en blinda, því mörgum finnst þeir vera í myrkri þegar þeir lenda í erfiðleikum og fyrir suma jafnvel erfitt að viðurkenna að þeir eigi erfitt. En Jesús getur líka dregið þá út úr myrkrinu sem þeir lifa í, eins og blindamannin, því Jesús sagði: ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Jesús kom í heiminn til að frelsa okkur, til að færa okkur úr myrkrinu til ljóssins. Við eigum ríkt tungumál þar sem að birtan samnefnari fyrir allt gott. Við segjum að það birti í sálinni þegar okkur líður vel, við skínum af gleði. Það geislar út frá þeim sem hamingjusamur, en á sama hátt getur allt orðið dimmt og drungalegt þegar erfiðleikar stinga sér niður. Óttinn magnast í myrkrinu. Guð vill vera hjálp okkar í hverri neyð og vill að við komum með vandamálin og áhyggjuna til hans. Og nær allir upplifa einhver tíma myrkur, að þeim finnist allt ómögulegt, og þá gott að eiga Jesús sem besta vin og geta treyst honum fyrir hverju smáatriði. Í Sálmi 119 stendur: þitt orð lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Guð vill lýsa leiðina upp fyrir okkur, vera lampi fóta okkar. Hann hefur sett okkur reglur, boðorð, ekki til þess að gera líf okkar leiðilegt, heldur eiga þær að hjálpa okkur að lifa í sátt og samlyndi við aðra menn. Það okkar að taka við þessum boðskap og gefa Guði tækifæri. En leið og við tökum á móti Jesú, ljósi heimsins, þá vill hann fá að móta okkur upp á nýtt. Guð vill fá að móta okkur eins og leirkerasmiðurinn mótar kerið sitt, og sem kristið fólk verðum við að búast við því að Guð sé alla ævi að móta okkur. Það ekki eitthvað sem að gerist á einum degi. Þess vegna þurfum við að halda leirnum okkar mjúkum, munum að við verðum aldrei of gömul til að breyta stefnu og Guð vill fá að skína í gegnum hvert og eitt okkar. Já, þemað í dag trúarbaráttan, en ég kaus að nota hugtökin ljós og myrkur. Í 5. Mósebók stendur: óttast eigi, drottinn mun sjálfur fara fyrir þér, hann mun ekki sleppa þér né yfirgefa þig. Guð gaf ekki loforð að senda einhvern annan til að leiða þig, hann ætlar að gera það sjálfur. Það svo gott við kristna trú að sambandi við Guð og Jesú persónlegt. Það eru engir milliliðir og Jesús vill vera þessi litla ljóstýra sem ég sagði frá í upphafi. Ljóstýran sem lýsir og leiðir þig út úr myrkrinu. Hann vill vera ljósengillinn sem fer fyrir þér þegar þú lendir í erfiðleikum. Hann vill fá að vaxa í hjartaðinu. Hann vill fá að skína í gegnum þig og hann vill bjarga lífið þínu. Og það enginn nema þú sem hann getur hlúð að þessu neista svo hann slokkni ekki. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.